Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Áður en ég kynni gest minn í dag að þá langar mig til þess að biðja ykkur ef ykkur líkar þess við erum að spjalla að íta á like-takkan, jafnvel subscribe-takkan líka og kom með komment. Við erum alltaf spennt fyrir því að heyra, eða ég persónlega heyra hvað það er sem að ykkur finnst það sem við erum að fjalla í þáttunum mínum. En gestur minn í dag er hún Greta Ósk Óskarsdóttir sem er gífurlega fróð bæði bætiefni og alls konar, getur sagt, hjálparefni fyrir líkamann. En í dag ætlum við að fjalla olíur, ekki satt, Greta? Jú, Bara við ætlum að velkomin fjalla í um þáttinn. olíur. Já, Takk fyrir að bjóða mér að tala um þessar fínu olíur. segðu mér, hvernig er fólk að nota olíur í dag og hvað, ég meina, hér áður fyrir þá tók allir bara lýsi. Mhm. En nú hefur aukist mjög, hvað ég segja, notkun á alls konar olíum sem að hafa mismunandi áhrif á líkamann, ekki satt? Jú, sko við þekkjum lýsið, það var náttúrulega bara eitthvað sem var að styðja við heilsu Íslendinga bara frá alda öðli og var mjög mikilvægt upp á D-vitamin og upp á omega-3 og er talið svona í grunnpakkanum fyrir heilsu bara almennt út allan heim af heilsusérfræðingum að hafa D-vitamin og omega-3. Þannig að við byggum hérna við harðar aðstæður og þetta var bara eins og gull í rauninni fyrir heilsuna Já, og hélt örugglega mörgum fá varnir fyrir sjúkdómum og bara fá þá næringu sem við þurftum. Núna er fólk farið, við erum með línu af kaldpressuðum, lífrænum og fyrstu pressun oljum sem eru frá hérna Siberian Treasure sem er rosalega flott fyrirtæki. já, En Rúnar sem á mamma veit best, hann fór þarna út í kynnisferð og mjög ánægður með ég þarf nú að heyra löngu söguna af ferðinni en hann var já, allavega ægilega ánægður með það sem að hann kynntist þar og sá. Og maður finnur það líka bara að við erum með svona testara í búðinni. Það er rosalega gæðabragð af þeim. Það eru rosalega maður finnur elementin sem eru í þeim og maður finnur hvað þeir eru kaldpressar og góðar. Af því maður getur fundið til dæmis mun og lýsi eftir hvort það er kaldpressað eða hitað og hátt. já, Og það er allir gangur á því sko eftir hvaða lýsi maður er að kaupa já, til dæmis. Þannig að þetta eru rosalega góðar oljur og við erum við í heilsugeiranum, við vitum að það þarf ákveðnar fitu til þess að vinna ákveðin vítamín já, og við sem sagt, fitan er svo mikið í heilin þarf fitu og fitan sem er svona góð, kalkpressuð fita úr góðum efnum, eða sem sagt góðum náttúru elementum, hún smyr liðina, hún gefur húðinni ljóma, hún hjálpar að lækka þessi vondu, gerir góða blóðfitu í blóðið og, og það er líka sko, alltaf þegar maður er að taka inn svona oljur það er náttúrulega alltaf hjálplegt að minnka sykur og hveiti og sterkju og vera með nú próteinum, grænmeti, elda eða ferskt og mikið af vatni, það hjálpar alltaf og hjálpar þessari olju að vinna með í líkamannum. En já, svo eru náttúrulega önnur menningarsvæði sem hafa haft sínar oljur sem voru hefð fyrir, eins og tengdapabbi minn, hann er palestínumaður frá Jerúsalem og þeir tóku alltaf þessa Black Seed Oil, það er eins og þeirra lýsi og þau blönduðu þessu með kryddjurtum og já, tóku svo brauð sem þau bökuðu sjálf og börnunum var gefin þessi olía. Hún er svolítið bragðsterk. já, Minnir mér svolítið á terpentínu á bragðið. Þetta er ekki terpentínu, þetta er mjög flott úr Black já, Cumin ég hef nú fræinu. ekki heyrt samlíkingu við Nei, terpentínu áður fyrir Black bara Seed Oil, ég persónulega minnir mig alltaf á já, amma sem mála með olíuliti í gamla dag. já, En, já, en þess að tengdapabbi minn, þetta var þeirra lýsi. Þau fengu sína kryddblöndu, þau nota oft ólífuolíu og kryddblöndu og borða brauð þannig, en já, þetta var heilsuolían. Og Black Seed Oil er með svo mikið af góðum heilsueiginleikum að það vantar eiginlega bara skrollu til þess að lýsa öllum heilsueiginleikunum af því. Þannig að frá aldaöðli hafa náttúrulega menningarsvæði yfirleitt haft einhverja heilsuolíu og
til þess að næra heilsuna og við erum með svona ágætis gallerí af oljum sem að virka svona allar eru þær eiginlega góður fyrir húðina, allar eru þær eiginlega bólgueyðandi, allar eru þær eiginlega hafa góð áhrif á blóðfitu, smyrja taugarnar og gefa heilanum færi á að vinna betur. Og flestar eru að stemma aðeins af matalistina, þannig að þó að það hljómi öfust nú að þau verið að borða fitu til að missa fitu, þá eru þær þessar góðu oljur yfirleitt að hjálpa okkur að léttast, hjálpa okkur að minnka sætindalöngun og næra líkamann betur, hjálpa okkur að vinna fituleysandi vítamín og fá næringuna betur. Og við erum með, en hver olía með svona kannski sitt svona sér element sem maður getur unni með í Já. líkamann. En sko, eins og Black Seed Cumin Oil, það ég er búin að heyra þessi hægt að nota hana til þess að nota svona, hvað kallum við það, oil pulling, það segja setja hana bara í munnin og veltin í munninum í svona 10-15 mínútur og svo bara skirpinni og þá hafa hún áhrif. Síðan er hægt að taka hana inn. Já. Og svo hef ég líka heyrt að sumir nota hana með því að setja dropa í naflar. Já, það er náttúrulega þekkt leið. Sko, þessar oljur flestar eru til inntöku, en það er líka hægt að nota þær útvortis í andlitsmaska, bakstra, á sár. Sumar eru meira sýkladreipandi en aðrar. Og sumar meira græðandi en aðrar, það er svona misjátt hvaða olíu við erum að tala um, en allar eru þær gagnlegar og hægt að nota þær sem bara líkamsolíu. Já. Og inn í naflanum, við náttúrulega, þegar við vorum fóstur fengum við önduðum í gegnum naflan, við fengum alla næringu í gegnum naflan, þetta er svo opið svæði og við höfum talað áður um kastorolíuna að hún er svo græðandi, hún er svo góð og það er einmitt mjög algengt að setja hana inn í naflan. En allar þessar oljur má setja á naflasvæðið fyrir svefnin og ég var til dæmis, þegar ég verið að nota svona meðferðoljur í naflan, þá ber ég bara þarna á naflasvæðið og set bara svona eins og taubleiu yfir og fer bara svona jógabuxur og sef í því og það hefur gagnast mjög vel til dæmis með kastorolju. Já. Þá hefur alveg minnkað svona magarýmið og ég fengi svona losun og eitthvað þó að væri bara útvortisnotkun. Hún er náttúrulega rosalega öflug líka. Þannig að, já, en það komin, við erum búin að hafa þessar oljur í svona rétt rúmt ár og það komin rosalega góð reynsla á þær. Já, hvað er til dæmis, allir spá í húðina? Já. Alltaf, þannig hvað er gott fyrir húðina? Hvað olía er gott fyrir húðina? Sko, svo sem við erum að selja sérstaklega fyrir húð og slímhúð, hún heitir haffyrnisolía. Og hún er til hjá okkur, við vorum fyrst bara með 100 millilítrana, þessi en svo var eins og vinkona mín keypti alltaf 3 flöskur í einu, af því hún var með svo mikið með mikið sjálfsánum í sjúkdómum eftir mygluútsetningu. Já. Og hún hjálpaði henni svo rosalega mikið, þannig hún keypti alltaf 3 í einu, svo ef það myndi seljast upp þá ætti hún næga birgðir. En við erum komið með 3 tegundir olíunum í 250 millilítra stærðir, þar með haffyrnisoljuna. Og hún er í rauninu omega 7 og það hefur náttúrulega verið mikil svona umfjöllun omega 7 oljuna og það eru meira að segja heil bara vörulína frá einu fyrirtæki sem snýst bara vörur fyrir slímhúð sem er í grunninn þessi olja. Og þá er það tala innvortis slímhúð? Já, innvortis slímhúð og húðina útvortis sjálfa. Já. Það er fólk sem er með augnþurrk, konur sem er með þurrk í leggöngum. Þetta er fyrir slímhúðina öllu meltingunni frá bara upphafi til enda. Já. Og bara alla slímhúði í líkamanum og hún er líka svo há í karotinóðum eða hvernig sem það segir á íslensku, karotinni. Þannig að hún er líka góð fyrir augun. Oft er allt sem er svona rautt og fjólublátt í náttúrunni gott fyrir augun og svona appelsínugult. Þannig að hún er rosalega mild og góð á bragðið meðan við sumar af þeim eru beiskari og þá eru þær meira sýkladreipandi. Þessi er rosalega svona létt og bragðgóð
Já, Þannig að það er auðvelt að bæta henni kannski út í einhverju safa eða einhvern graut eða eitthvað svoleiðis eða bara taka hann inn já, og hún er rosalega góð eins og nuddolía og svoleiðis að því hún er svo góð í lyktinni og góð bragði og svoleiðis. hún er Þannig alveg draumur, ég er alveg sammálaðir, hún er æðislega góð. já, 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 góð líðan sem einhvern veginn já, kemur af henni. já, Já, mjög sko. mjög, já. En ertu með einhverja fleiri ólíur sem þú ert að, Já, kynna fyrir sko, fólki? við erum með upp undir svona 10 mismunandi tegundir en ég vil tala um kannski þessar sem eru vinsalastar. Já, Og við erum náttúrulega með hampfræolíuna. Það er náttúrulega ágætis þekking komin á markaðinum hampfræolíu. Þessi er einstaklega góð. Hún er ekki svo beisk á bragðið eins og sumar verða svo rosalega rammar. Þessi er svona aðeins léttari en hún er með samt alveg þessa virkni. Maður finnur alveg svona alla næringanóturnar þegar maður já, bragðar hana. já, Og hampfræolían er náttúrulega bara rosalega há í omega-3 og hefur þessi góða áhrif, þú veist, á liði og gegn verkjum og já, bara við seljum í apótekin hampfræolíuna og nokkra heilsubúðir hafþyrnisolíuna já, og black seed olíuna. Þær eru þær sem eru komnar í stærstu umbúðirnar af því að það er bara ágætis þekking á markaðinum með þær og, 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 og vinsældir í notkun eða reynsla. og vinseldir í notkun. Það er svona fólki svona, sko hampfræolían, hún var svona alveg þekkt á markaðinum. Ég myndi segja hafþyrnis og black seed olían, þær eru núna rosa mikið í umræðinu, þú veist, líka Já, á vídeóm á netinu og svona fólk er að kynnast þeim mjög hratt. En einmitt. svo erum við með fleiri oljur sem að við erum að byrja að kynna sem kannski fólk þekkir aðeins minna en eru samt ofsalega töfra eins og til dæmis graskerjafræja oljan. Já, Fólk hefur kannski kynst aðeins graskerjafræjunum af því að já, þau eru líka rosalega holl og graskerjafræja prótíni, það er svona þekking á því hérna á Íslandi. En sko graskerjafræjin eru svo há í synki og þau eru sem er einstaklega gott fyrir hormóna og gegn sjúkdómum og fyrir meltinguna og bara ýmsa hluti. Og graskerjafræin eru líka með sníkjudýradrepandi eiginleika sem að eru náttúrulega gagnlegt núna. Nú er það mikið í umræðinu hvernig eigi það er að náttúrulega mjög mikilvægt, já. En, já. já, en líka sko, um, já, það er bara mikilvægt fyrir meldingun og annað þess að þar. Já, og svo líka er hún svo góð fyrir sko konur sem eru byrjaðar á tíðakörfum eða komnar yfir tíðakörfin af því Já, að þetta er líka gott fyrir hormónastarfsemina og einstaklega gott fyrir kallmenn af því að þetta hefur svo góð áhrif á blöðruhálskirtilinn og þetta já, hefur líka svona þvagleika vandamál og svona góð áhrif þannig að það svipað og hvönnin hefur verið gerð fyrir Íslendinga þá er þetta er svolítið margþætt graskerjafræjuoljan. Hún er já, ofsalega með svona marga mismunandi heilsu eiginleika þannig að og hún er mjög bragðgóð fyrst mér finnst já, hún góð frábært, í bragði já, já. já, Og svo erum við til dæmis með mjólkurþyrstilsolíu hún er rosalega góð fyrir fólk sem er að styðja við lifrina og styðja við hreinsun er kannski á lágkolvetna fæðu og er í hreinsun og kúrum af því hún styður svo rosalega vel við lifrina og nýrun og sérstaklega ef fólk er í svona lágkolvetna taka inn fitur og grænmeti og fleira þá vinnur þessi svo rosalega vel með að fara þessu ekstra skref í hreinsunni og bara svona fitan við eigum náttúrulega mjólkurþyrstil í hylkjum og það kannski blanda með nakk og fleira en þegar þetta kemur með olíunni þá vinnur þetta svolítið svona dýpra kannski inn í lifrina af því að þú veist þá fer þetta inn í vinnslukerfin með fitu og þá dvelur það lengur við og fer svolítið svona já, þannig að það er rosalega gott fyrir fólk sem er kannski í hreinsunarkúrum eða var að jafna sig eftir mygluveikindi og eitthvað svona og kerfin eru bara erfitt með álagið já, eða þetta er í lent í fyrsta einhverju sinn einkenni. sem ég
sé mjólkurþistilsolíu. Já, já. Það er Þannig að nefnilega komið þetta er úr eitthvað alveg nýtt og það er náttúrulega þetta þegar að maður tekur Mm, inn olíuna þá er það líka mm. að hjálpa lifrinni til að hreinsa sig. Já, akkurat. Þannig að Og þegar hún eins, fer í já, gegn, sko. einmitt. Og þú veist, bara líka eins og gallið og gallgöngin er það mjög mikilvægt þegar það er hreinsun að það styðjist við Já, og þá er náttúrulega góðar oljur að hjálpa til og það kemur inn að þessu líffæri og hjálpar af því að það eru margir svona sjúkdómar sem geta valdið vandræðum þannig gallgöngum eða valdið krabbamein í gallgöngum eða gallsteinum þannig að hún er mjög góð og svo erum við með ég er nú ekki með borðinu hjá mér en við erum með mustardsfræolíu, kamiljuolíu, við erum með furuhnetuolíu með fururesini sem bara seldist upp hjá okkur af því það var fyrsta kynningin hjá okkur og það er bara svo miklu töfrar í hverju olíu þannig að endilega fylgist bara með fréttabröðunum frá okkur. Við gefum okkur góðan tíma umfjöllun hverju olíu og eiginleikana þannig að já, þetta eru bara alveg æðislegar oljur og er bara svona heill ævintýra heimur í rauninni til að kanna að já, pröfa greinilega, sko. Og það er inn. náttúrulega líka að hvetja fólk til þess að skoða að það er ekki bara lýsi. Það er Nei, fullt af öðru oljum sem geta já, haft svo góða áhrif á líkamann. Og það auðvitað er náttúrulega algjörlega. stóra málið í þessu að við séum að byggja hann upp í því sem við erum að gera. Algjörlega. Og líkaminn líka, hann þráir svolítið fjölbreytileika alveg sem við þurfum að borða fjölbreytt. Þá þurfum við líka stundum, sko, ef við erum búin að vera í sömu bætiefnum einhvern tíma, þá er líkaminn kannski stundum búin að nýta þau í það sem að vantaði rosalega mikið að fá aðstoð við hjá þessum bætiefnum. Þannig að gott að rótera aðeins og fara svo yfir eitthvað alveg nýtt inn á þá leiðir sem innsæið og upplýsingarnar sem maður hefur segja manni að gæti verið gagnlegt næst að vinna Já, með. já, Og þá koma olíurnar sterkar inn. Það er ágætt að hafa lýsið í grunninn, svona hafa það oftast inni, en það er alltaf læg kannski að hvíla aðeins sem maður er með D-vitamin og kannski omega í annarri olíu og omega 3 aðalega og bara aðeins fá heilsu áhrifin stundum er fólk að taka, þú veist, 2 í einu eitthvað en ég myndi ekki verið að taka ómargar í einu, það er svolítið svona kaos bara eins og þá fattar maður heldur ekki já, hvað er að hafa bestu áhrifin, þú veist, á ákveðnum tímum, á ákveðnum líffæri. aha, Þannig að, já, þetta er bara, það er svo gott líka að svona sjálfstekur og sjálfsrækt í þessu, af því að hvernig erum við best til staðar fyrir annað fólk, fyrir okkur sjálf, fyrir samfélagið. Það er bara með því að við séum í lagi og byggar okkur sér svo barma fullur að við getum bara gefið af okkur og þá koma þessar oljur mjög sterkt inn af því að þetta er allt öðruvísi svona orku úrvinnsla, meiri langvarandi orka, þetta líka klæðir kolvetni í svona fitukápu já, þannig að það sykurinn nýtist aðeins hægar já, svo hann þykist þessi sykur hápunktar og svo fall já. þannig að við höfum meiri langvarandi orku og þetta stemmir hans af matalistina þannig að okkur langar bara meiri heilnæmari mat og svona þannig Það er að náttúrulega dásamlegt. já, það er náttúrulega bara lækning í því sérstaklega ef maður er eitthvað svona staðan fyrir að þurfa að pína sig til að gera rétt að bara finna, fá aðstoð að finna, mér langar bara í eitthvað sem er Já. En meira þegar, sko, skammtarnir af þessum oljum með það sem er ráðlagt já. er frekar lítið. Já, sko, þetta er bara svona svipað og lýsiskammtar. Fólk er yfirleitt í teskeið til matskeið og það er svona kannski viðhaldsskammtar en ef maður er að vinna með eins og heilsukvilla Já, þá er ágætt að taka kannski 2-3 teskeiðar á dag, kannski rétt fyrir mat eða eitthvað svoleiðis til þess að vera í meðferðarskammti. já, Til dæmis með furuhnetuolíuna sem við vorum að kynna þá er það svoleiðis. Það er meðferðarskammturinn er 2-3 og viðhaldsskammturinn er 1 og svo er þetta elda mat úr henni. Þannig að svona sem þumalputtareglu er bara fínt að nota þetta eins og lýsi ef já, maður vill ekki hafa þetta flókið.
En ef maður er komin í, þú veist, hafa þetta sem nuddolíu og bakstra og eitthvað svona, þá er alveg fínt að ef það er að vera að meðhöndla til dæmis lifrina, hún er með fitulifur eða eftir mikið alkóhóli eitthvað, þá er náttúrulega bara fínt að taka alveg 2-3 á dag í einhvern tíma. Teskeiða þá. Og svo, já, teskeiðar. Já, Og svo bara, en sko það er kannski líka fyrir gallið það er ágætt að hafa og fyrir nýtingu vítamína að dreifa 3 teskeiðar yfir daginn staðan fyrir eina matskeið já, ég bara skil, til já, að vinna með líkamannum. já, En sumir bara hafa engan tíma fyrir þetta og gera bara á morgnana og kvöldin vítamín og þú veist, það er líka allt í lagi. Þá bara gerir fólk það hvernig sem já, rútínu hendar. já, En til að fá mest úr henni, það er gott að smá skammtana aðeins yfir daginn. En sko, já, það er ekki 100 í hættunni. Já, hvort ég að... hef í rauninni bara verið að taka eina teskeið á dag, ég hef ekki tekið hana í Já, svona skömmtum yfir daginn, sko. já, Þannig að það er olíu sem ég hef verið að taka, sko. já. Þannig ég Þannig að já, þarf endilega að prófa hvernig það er að taka já, 3 á dag og sjá hverju það breytir. algjörlega. Og svo þarf maður bara að vara sig ef að fólk er á blóðþynnjandi lyfjum, þá er omega-3 blóðþynnir. Já, Þannig að það bara hafa það í huga ef að fólk fær að taka lýsi en er samt á blóðþynnandi lyfjum að vera ekki að ofskammta það omega-3. Það getur verið farið að blæða og svona fá blóðnassir eða eitthvað svoleiðis að því að þá kannski þarf að minnka lyfin á móti ef maður ætlar að vera svona eða ræða við lækni, hjúkrunarfræðing já, já, hvernig ég að hafa dagsskipulagið með olíu. bara frábært. Bara Já, ótrúlega spennandi og já, og náttúrulega því við tölum ef þú talar kaldpressað olíu þá er náttúrulega mjög já, mikill munur á því þegar olían er kaldpressuð eða þegar afurðirnar eru hitaðar og svo er pressað. algjörlega. Að því sko sumar af þessum olíum eru þannig hitaþolnar og það má elda upp úr þeim og svoleiðis en þá Já, kannski er minna beist bragð eins og purukóðinu og svoleiðis. En það er náttúrulega, þær eru mest heilnæmar fyrir líkamann kaldpressaðar og þess vegna er fólk á hráfæði og fleiri að því að það er eðlisvifting sem verður yfir 40, 42 eða eitthvað svo leis já, og hún er að vinna með líkamannum sem þumalputtaregla undir 40 gráðum en já, yfir þegar þetta eru ofhita þá fer hún jafnvel að vinna á móti líkamannum. Það mismundi hversu hitaþolnar olíurnar eru og svo líka sviftast, svo missa oft út eitthvað vítamín eða snefilefni bara þau virka ekki eins þegar búið hita yfir ákveðin hita. Þannig að til dæmis ef maður hitar lýsi í rosalega háum hita þá missir hann A og D-vítamín, þá þarf að bæta við auka A og D-vítamíni og við eins og það sem ég var að vinna í annarri heilsubúð þá var fólk gott að kvarta að vera aukaverkunum þegar það var svona rosalega hituð olía sem var verið að nota. já, Það var eitthvað hárlos og ónót í maga og verið að rópa mikið og eitthvað svona og þá var líka þurft að bæta við sko syntest, gerfi sem er bara búið til á D-vítamín skilið. Þannig að þetta var ekki í upprunalegu formi. Það er vist munur á því í lýsi hvort maður fái omega-3 úr fiskjaafurðinni sjálfri eða hvort maður fái það úr bara það sem er búið til eða viðbætt þeir sem efni, já, já. Já. Þess vegna er náttúrulega svona afurði eins og lýsið frá dropa. Já, rosalega flott. Á Mjög gamla flott. mátan eins og það átti að vera. Það er bara, Já, það er bara já, gamla aðferðin, já, kaldpressað, já. já, Þannig að það er náttúrulega dásamlegt. Þannig að þetta rosalega. eru sko, en svo er líka hitt að það er verið að vara okkur við að nota mikið af fræoljum Já, sem að eru þá hitaðar. Eða já, svo þessar það svo er kallu grænmetisolíu, þegar það stendur grænmetisolía á eða vegetable oil á umbúðunum, þá er það ekki góðar oljur fyrir líkamann. Nei, það eru mjög bólgumyndandi og bara heilsu skaðlegar oft. Já, Og það er náttúrulega líka bara, oft eru þessar oljur, það er skordýra eitur sem er notað við ræktunina, hérna, það er hita rosalega háum hita og svona eins og þessar kanólaolía, sojaolía og svona, þær eru ekki heilsusamlegar. Þannig að já, það er best ef maður ætlar að hita
eitthvað mikið mat, sumar af þessum oljum sem við erum með, það má hita mat með þeim, en það er gott að fá skýrt smjör Já, eða kókosolju. Smjörið þolir svona ákveðin hita, kannski ekki að það sé að brenna mikið, og, og avokadóolja er ágætt. já, Þannig að hún er það er hitabóli, náttúrulega mjög já. gott, já, að elda bara úr þeim eða bara dýrafita, þú veist, svona eins og taló eða bara afgangur af Nautafita, já. nautafitunni eða afgangur af lambafitunni eða eitthvað, það er líka bara fínt, sko, það er fínt að nota þær. Já, ég held að við séum aftur komin tilbaka með það að þetta var það sem að fólk notaði og lifði Já, af hér áður fyrr og það er að koma þann hring aftur og það er að koma í ljós að þetta eru bestu fytutan kannski fyrir líkamann, kaldpressaðar eða bara dýrafita eins og nautafita og lambafita. já, ég meina það er rosalega gott að fara aftur í upprunan. Við erum búin að vera í þúsundir ára að stilla líkamann inn á að nýta einhverja ákveðna hráefni og einhverja afurðir Já, og með einhver kúltúr, hvernig við gerum mat. Og það er svo gott að hugsa bara, fyrir 200 árum væri þetta matur, þú veist, það er svona bara heilsu þumulbutta regla að já, borða svolítið eins og formaður og fór feður, sérstaklega okkar nærumhverfisfæðu, við erum búin að læra á hana, okkar gen sem við erfum, eða ef maður er blandaður þá frá þessum sikuru menningarsvæðum og svo já, taka genpröfu til þess að skoða ennþá betur honni það hvað er hendaðum í fæðu. En svo líka bara eins og hvernig við nýttum alla skepnuna og svoleiðis, við vorum ekki bara að slátra bara einhver færibandi, við nýttum alla, þú veist, húð og fitu og bein og það er sem er svo hollt, það kemur þá, ef við sjóðum já, kjötsúpu, þá fáum við kollagen, við fáum fullt af snefilefnum, þetta er bara læknar innyflin á okkur og húðin okkar verður fín og þú veist, þannig að það er bara sparar pening, hjálpar náttúrunni og bara hugsa aðeins til upprunans, það er bara rosalega heimslusamlegt og ég fagna því hvað unga fólki líka fara að kynnast aftur í tíman, sko, þú veist, að já, sjá já, hvar fór út af sporinu og bara aðeins að svona stilla já. sig aðeins af aftur, það er Við bara fórum rosalega út gott. af sporinu í framhaldi af seinni heimstyrjöldinni á síðustu öld. Já, Það er einmitt, eiginlega, og upp úr 1960 þá voru að koma allar þessar grænmetisolíur á markaðin sem hafa bara virkað því miður mjög illa á líkama okkar og það er betra að smyrja brauð með smjöri heldur en smjörfa því það er grænmetisolía í já, smjörunum. heldur Svo betur, bara það er fólk mikið aðeins fínt. ger sig grein fyrir því hvað það er sem að við erum að velja og það er mun betra. Það er einu olía sem er mjög mikið notuð til steikinga hér á landi, það er ísjóolían. Hún er alltaf bara 4 grænmetisoljur í henni. Og smjör líki mjög varasamt einmitt, sko, það var Já. alveg bara ekki sérstaklega góð, Ekki alls góð ekki vara, góð ekki fyrir góð því. fita, nei. Nei, En takk nei. innilega, Greta Ósk, fyrir þessa dásamlegu fræðslu. Þú ert náttúrulega eins og alfræðorðabók. Já, þegar maður er áhuga þá er bara, þú veist, Já, það fer allt maður lært. alveg með Já, þetta allt saman. Já, bara já, takk fyrir að gefa okkur færi á að segja frá þessum dásamlu oljum. Það er svo gaman að tala um eitthvað sem er svona dýrlegt fyrir mann og gott á bragðið. já, það er yndislegt. Takk Já, kærlega fyrir. takk fyrir. Og þið sem hlustið, takk kærlega fyrir líka. Munið endil eftir like-takkanum. Ég er svo þakklátt þegar það er smelt á like hjá mér. Takk, takk.